Góðan dag. Í þessum þætti að 3D Prentur 101 ætla ég að fjalla um prentefni og hvaða efni henta fyrir hvaða tilfelli og hvað er kannski auðvelt að prenta og erfitt að prenta og annað slíkt. Þeir sem byrja í 3D Prentum, þeir heyra örugglega mest að tala að prenta með PLA prentefni og það er alveg ljómandi gott efni og hentar í fullt af hlutum og það er svona algengasta prentefni sem menn nota og ef menn er að prenta út eitthvað svona til heimilisnota og einhverja fígúrur til að sýna eða potta eða eitthvað svona sem þarf ekki að bera þunga undir sér eins og einhver stíf bracket eða svoleiðis, þá er PLA prentefni bara ljómandi fínt í það og það er til í mörgum útgáfum og mismunandi eiginleikar, svo sem mismunandi útgáfum og mismunandi litir, það er mjög mikið litaúrval hjá flestum framleiðendum á PLA. Þannig að það er svona, talað um að það sé svona go-to filament fyrir flest sem það þarf að gera til að byrja með og það er ekkert að þessu prentefni nema það er tveir eiginleikar sem að kannski draga það niður og það þolir ekki mikinn hita. Það er ekki gott að nota úti í sólinni eða inn í bíl eða eitthvað svoleiðis, þannig að það bráðnar og svignar undan hita og svo er annar eiginleiki að það er mjög brothætt eða frekar brothætt og kannski þriðji neikvæða eiginleikin er að ef maður er með eitthvað bracket sem að ber þunga og þá smá saman þá gefur prentefni eftir og svona bara verður aflagast undan þunganum, þannig að það hentar ekki kannski í bracket undir þungar hillur eða eitthvað svoleiðis, það er mikið þungi, þannig að það gefur eftir en það er ódýrt prentefni og maður getur svo sagt bara ég prenta það bara nýtt bracket og það er gott og gilt þannig að menn þurfa ekki endilega að segja að þetta sé glatað eiginleiki en menn bara hafa þetta í huga. Og svo næsta prentefni sem er kannski algengast eftir það er PETG og það er prentefni sem er auðvelt að prenta líka og það er eins og PLA að prenta þetta efni bara á venjulegan opinn prentara, það er ekki lokaðan prentara til að prenta þetta efni og þetta fæst efni líka í mörgum litum og hefur ágætis eiginleika líka. Þetta prentefni þolir að vera úti í sólinni, það er þolið fyrir það, þannig að það hentar ágætlega í það og það er meira hitaþolið, þannig að það þolir kannski að vera inn í bíl, meðan að PLA efni er ekki hentugt fyrir það. Og svo er líka eiginleiki þessu prentefni að það svignar aðeins meira en PLA, það er ekki jafn stíft. Þannig að ef það er eitthvað sem þarf smá hreyfingu þá er PETG hentugt efni með PLA hvað það varðar. Og það er líka til í alls konar litum og frá mismunandi framleiðendum, þannig að það er mikið úrval af PETG prentefni og það er líka kostur bara ef maður vantar einhvern ákveðin lit þá er þetta að finna hana auðveldlega fyrir PETG eins og PLA. Svo kannski það sem kemur eftir þessum af algengum prentefnum, það er ABS eða ASA prentefni og það er prentefni sem að þarfnast öflugjöfnu að vera prentuð í lokuðum prentara. Það slitnar í sundur ef það er prentað stór prent með opnum prentara. Þannig að það þarf að hafa það í huga ef maður er að prenta eitthvað hátt og mjótt þá bara slitna línurnar í sundur með prenti og það verpist upp að prentfletinu líka ef það er ekki í lokuðum prentara. Þannig að það borgar sig að prenta ASA og ABS í lokuðum prentara en það hentar mjög vel í alls konar eiginleika, það er mjög höggþolið efni, þolir að vera út í sólinni og er hitaþolið, þannig að ef það er eitthvað sem þarf að vera úti við þá þannig að ef það þarf að bera einhvern þunga eða vera úti þá er ABS eða ASA prentefni ágætt í svoleiðis not og þau eru til líka með carbon fiber útgáfum sem að gera þau stífari. Ég fjalla aðeins meira carbon fiber og glassfiber hérna síðar. Svo er algengt að menn sé að prenta líka á TPU sem er svona sveigjanlegt prentefni, svona eins og gúmmí eða svoleiðis og það er til í mjög mismunandi sveigjanleikum og getur verið miserfitt að prenta það efni. Það til dæmis borgar sig ekki að prenta það efni beint á PI smooth sheet, það festist vel við það þarf að vera svona texture sheet eða önnur prentefni á fleitinum til að sé ekki með of mikla viðlóðin en TPU er mjög sveigjanlegt og með mjög mikla viðlóðun á milli prentlínuna þannig að það er hægt að toga það í allar áttir hægri og vinstri og
það slitnar ekki auðveldlega í sundur og eins og ég segi það til í mjög mismunandi stífleikum og getur hentað í mismunandi, getur búið til einhver þétti kanta og eitthvað sem það þarf að skoppa á gólfinu. Það er hægt að gera það á TPU og sveigjast og beigjast og svoleiðis. Það þolir mjög auðveldlega að vera beygt fram og tilbaka á þess að skemmast. Þannig að TPU er algengt líka. En tölum svo aðeins svona engineering prentefni sem eru kannski svona erfiðari og síður algeng og þar er efni sem heitir polykarbonat og það til frá ýmsum framleiðendum og er mjög efnaþolið prentefni og það er mjög sveigjanlegt líka og mjög sterkt, mikil viðloðun milli prentlínuna þannig að það tognar ekki auðveldlega í sundur og eini galli við það að það er kannski góðan prentflöt eða góða viðlögum við prentflötin til að prenta það efni. Það er ekki endilega að hangi saman alla prentfleti vel. Þannig að það þarf að skoða aðeins hvað hentar bent við það og ég bjó til vídeo prentfleti þar sem ég fór aðeins yfir hvaða prentfleti er að henta í hvaða prentefni. Þannig að þið getið skoðað eldra vídeo þar sem ég fjallaði það. Og það er til líka með carbon fiber og glass fiber og þá verður það stífara og kostur við carbon fiber og glass fiber að það tekur þessa eiginleika úr polykarbonat og viðloðun en gera það stífara og þá hefur það svona overall mjög góða eiginleika. Svo eru nælon, þau eru til í mismunandi útgáfum. Það er mismunandi útgáfur nælon bæði PA6 og PA12 og PA11 og það er allt mismunandi tegundir af nælon og þau þurfa að prentast líka yfirleitt í lokuðum prentara. Það verpist mjög mikið í opnum prentara og verður eiginlega ómögulegt að prenta í opnum prentara með nælon og það er sama með það þolir alls konar efni og er mjög sveigjanlegt og svo aftur eru til útgáfur með carbon fiber og glass fiber og það gefur það stífara og nælon með carbon fiber er gríðarlega öflugt efni og gríðarlega dýrt líka. Þannig að það er eini galli við það kostar gríðarlega mikið. 1 kíló af carbon fiber nælon frá Prusament kostar til dæmis 45 skall eitthvað svoleiðis sem maður kaupir það bara eitt og stakt. Þannig að það er mjög dýrt efni en er líka mjög öflugt svona mechanical prentefni. Svo eru til alls konar útgáfur eins og ég er með polykarbonat PBC sem ég er búinn að prófa. Það er samblanda af tveimur efnum og það er polykarbonat sem er búið að blanda og hefur mjög góða eiginleika svo það er mjög höggþolið. Ég var að gera mælingar á því efni núna daginn og það er gríðarlega höggþolið efni og svo er ég búinn að prófa margar útgáfur af PLA líka eins og PLA Silk og PLA Matte, Recycle PLA, ég er að lesa bara upp á skjánum Wood PLA, High Temp PLA og High Speed PLA og ég eftir að gera fleiri vídeo þar sem ég fjalla alla þessa möguleika í PLA en það er allir að reyna að búa til einhverja sérstakar útgáfur af PLA þannig að ég ætla að ljúka þessu með svona með PLA efnið að það er til í alls konar útgáfum og matt og glitter og alls konar útlit sem menn er að segja eftir þar líka en meðan engineering filamentin eru mjög oft bara með carbon fiber og þá eru þau svört og lítið litaúrval annað en svart og með glass fiber þá er stundum hægt að fá einhverja liti og það er carbon fiber er náttúrulega bara svart á litin og þess vegna verður prentefni svört en glass fiber er til í nokkrum litum frá framleiðendum og saman með polykarbonat það er oft bara glært líka, það verður mjög gegnsætt prentefni að það er bara glært og ekkert litarefni í því. Þannig að það er til alls konar prentefni en svona að því að þetta er 3D-prentun 101 fyrir byrjendur þá myndi ég mæla með að menn bara finna sér gott prentefni úr PLA og PETG og náið góðum tökum á þeim en skoða þessu bara hina eiginleikana í prentefnunum til að ákveða hvað hentar hverju sinni og til þess að bera þetta saman þá ætla að sýna ykkur á skjánum þessi prentefni eða tegundir sem ég er búinn að fara í gegnum í mínum prófunum. Þannig að í þessu fyrsta skjáskoti þá er ég með togþol þar sem að
að ég prentaði annars vegar upprétt hérna blátt og svo flatt prentað og toga efnið í sundur og það sýnir, það sem prentað upprétt, það sýnir styrkin á milli prentlínana, það svona ley line adhesion og hérna sjáu þið að það allavega mælingar sem ég að fá úr því úr prentarnum og þið getið bara pásað þetta vídeo til að bera saman, ég ætla ekki að fara í gegnum hvert einasta efni en þið sjáu hérna eins og bara að PLA með mjög mikla viðlóðan á milli prentlínuna og sama eins og með polykarbonat, það er mjög sterkt hvað þetta varðar en svo sjáu þið hérna til dæmis carbon fiber útgáfuna sem hérna við hliðina, PC og PC carbon fiber að það er ekki mikil viðlóðan á milli prentlínuna á því efni þegar carbon fiber komið í en þegar það er flatt þá það hins vegar betra þannig að það fer eftir hvað þú ert að gera hvort það hendar að vera carbon fiber eða ekki carbon fiber, það er ekki sterkara á öllu leyti þannig að það er ofta misskilningur að carbon fiber gerir allt betra en það hefur neikvæða áhrif líka á prentefninu. Svo við skoðum hérna höggþolin þá ég með hérna sömu efni farið gegnum þau og tegundir efnum, það eru miklu fleiri mælingar hverju efni á bak við þetta og mikið af mælingum bara frá mismunandi framleiðendum með sama efni þannig að þetta er svona meðaltal og hérna sjáum við að styrkur hérna flatt prentuð á polykarbonat PBT efni það er alveg gríðarlega mikil styrkur, mikið höggþol í því alveg áberandi og svo er svo nylon og ABS og ASA og polykarbonat með áberandi meira en þessi hefðbundnu PLA og PETG prentefni þannig að þessi engineering prentefni eru réttlega kannski verðið sitt náttúrulega miklu dýrari prentefni en PLA og PETG og svo er ég að skoða hérna stífleikan og þá sjáum við hérna hvernig mismunandi stífleiki er eftir efnum og hérna efst krónar hérna PA11 carbon fiber, nylon með carbon fiber og það er áberandi stíft og svo er hérna polykarbonat með carbon fiber og þið sjáu hérna munin til dæmis á PC og PC carbon fiber hvað carbon fiber gefur þið meiri stífleika þannig að það er augljóst hérna hvað carbon fiber gerir sama með glass fiber hérna ef við skoðum hérna ASA filament hérna þá það hérna í 1907 og svo hérna ASA glass fiber 2197 þannig að þessi glass fiber og carbon fiber gerir efni stífara og ég gef mig græði til að mæla þetta en þið sjáu eins og nylon hérna sem er ekki með neinum carbon fiber það er mjög sveigjanlegt og hins vegar svo carbon fiber annað hérna við hliðina með hérna til vinstra megin þá sjáum við hérna sama PA12 efnið en með carbon fiber miklu stífara, tvöfalt stífara þannig að þetta geti pásað og stúderað þegar þeir að skoða hverju meginurinn á þessum efnum en þið hafið allavega núna öll mæligögnin mín þannig að þið geti borið saman hvaða eiginleikar er í þessum efnum sem að þið væri að sækjast eftir hverju sinni en eins og segi til að byrja með þá myndi ég bara einbeita mér að PLA og PETG og TPU kannski og ef þið vantar sveigjanlega parta og ná góðum tökum á því og prenta aðeins meira með því áður en að fara að eltast við eiginleikana í þessum dýrari efnum. Það er dýrt að vera byrjandi í 3D prentun og vera með mikið af vesinni kannski til að byrja með á dýrum efnum. Þannig að ég mæli með að menn læri að nota 3D prentarinn sinn og svoleiðis á bara ódýrari efnum. En svo þegar vantar eitthvað svona mekaniska parta að þá fara að skoða þessi dýrari efni og sjá hvað henda þá hverju sinni. En þetta held ég sé þessi yfirferð sem ég ætla að hafa þessi prentefni, þannig að ég vona að þið hefur lært eitthvað af þessu og ég þakka bara fyrir mig og sjáumst næst. Takk.